Mattheusarguðspjall, 16. kafli. Þá komu farísear og sadúkear, vildu freista Jesú og báðu hann að sýna sér tákn af himni. Jesú svaraði þeim: að kvöldi segið þið, það verður góðviðri því að roði á lofti, og að morgni illviðri í dag, himinninn rauður og þungbúinn. Útlit loftsins kunniði að ráða, en ekki tákn tímanna. Vond og ótrú kynslóð heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar. Síðan skildi hann við þá og fór. Þegar lærisveinarnir fóru yfir vatnið, höfðu þeir gleymt að taka með sér brauð. Jesús sagði við þá: gætið ykkar, varist súrdeig farísea og sadúkea. En lærisveinarnir ræddu sín á milli að þeir hefðu ekki tekið brauð. Jesús var þess vís og sagði: hvað eru þið að tala trúlitlir menn, að þið hafið ekki brauð? Skynjið þið ekki enn? Minnist þið ekki brauðana 5 handa 5.000 og hve margar körfur þið tókuð saman? Eða brauðana 7 handa 4.000 og hve margar körfur þið tókuð saman? Hvernig má það vera að þið skynjið ekki að ég var ekki að tala brauð við ykkur? Varist súrdeig farísea og sadúkea. Þá skildu þeir að hann hafði ekki talað að varast súrdeig í brauði, heldur kenningu farísea og sadúkea. Þegar Jesús kom í byggðir Sesaríu Filippi, spurði hann lærisveina sína: hvern segja menn mannsonin vera? Þeir svöruðu: sumir Jóhannes skírara, aðrir Elía og enn aðrir Jeremía eða einn af spámönnunum. Hann spyr: en þið, hvern segið þið mig vera? Símon Pétur svarar: þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Þá segir Jesús við hann: sæll ert þú, Símon Jónasson, engin maður hefur opinberað þér þetta, heldur faðir minn í himninum. Og ég segi þér, þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína, og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Ég mun fá þér lykla himnaríkis, og hvað sem þú bindur á jörðu mun bundið á himnum, og hvað sem þú leysir á jörðu mun leyst á himnum. Þá lagði hann ríkt á við lærisveinana að segja engum að hann væri Kristur. Upp frá þessu tók Jesús að skýra lærisveinum sínum frá því að hann ætti að fara til Jerúsalem og líða þar mikið af völdum öldunga, æðstupresta og fræðimanna og verða líflátin, en rísa upp á 3. degi. En Pétur tók hann á einmæli og fór að átælja hann: Guð forði þér frá því, drottinn, þetta má aldrei fyrir þig koma. Jesús sneri sér við og mælti til Péturs: vík frá mér, Satan, þú vilt bregða fæti fyrir mig. Þú hugsar ekki það sem Guðs heldur það sem manna Þá mælti Jesús við lærisveina sína: hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því, og hver sem týnir lífi sínu mín vegna mun finna það. Hvað stónar það mannin að eignast allan heiminn og glata sálu sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Mannssonurinn mun koma í dýrð föður síns með englum sínum, og þá mun hann gjalda sérhverjum eftir breytni hans. Sannlega segi ég ykkur, nokkrir þeirra sem hér standa munu ekki mæta dauða sínum fyrir en þeir sjá mannssonin koma í ríki sínu. Mattheusarguðspjall, 17. kafli. Eftir 6 daga tekur Jesús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes bróður hans og fer með þá upp á hátt fjall að þeir væru einir saman. Þar myndaðist hann fyrir augum þeirra, ásjóna hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Móse og Elía birtust þeim og voru þeir á tali við Jesú. Pétur tók til máls og sagði við Jesú: drottinn,
gott er að við erum hér. Ef þú vilt skal ég gera hér 3 tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. Meðan Pétur var enn að tala, skeygði yfir þá bjart ský og rödd úr skýinu sagði: Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Hlýðið á hann. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta, féllu þeir fram á ásjónur sínar og hræddust mjög. Jesús gekk til þeirra, snart þá og mælti: Rísið upp og óttist ekki. En þeir hófu upp augu sín, sáu þeir engan nema Jesú einan. Á leiðinni ofan fjallið bauð Jesús þeim: Segið engum frá sýninni fyrr en mannssonurinn er risin upp frá dauðum. Lærisveinarnir spurðu hann: Hví segja fræðimennirnir að Elía eigi fyrst að koma? Jesús svaraði: Víst kemur Elía og færir allt í lag, en ég segi ykkur, Elía er þegar kominn og menn þekktu hann ekki, heldur gerðu honum allt sem þeir vildu. Eins munu þeir láta mannssoninn þola píslir. Þá skildu lærisveinarnir að Jesús hafði talað við þá Jóhannes skírara. Þegar þeir komu til fólksins, gekk maður til Jesú, féll á kné fyrir honum og sagði: Drottinn, miskunna þú syni mínum, hann er tunglsjúkur og illa haldinn. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna, en þeir gátu ekki læknað hann. Jesús svaraði: Þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá ykkur? Hversu lengi á ég að umbera ykkur? Færið hann hingað til mín. Og Jesús hastaði á hann og illi andinn fór úr honum, og sveinninn varð heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu hann einslega: Hvers vegna gátum við ekki rekið hann út? Jesús svaraði þeim: Vegna þess að ykkur skortir trú. Sannlega segi ég ykkur, ef þið hafið trú eins og mustardskorn, getið þið sagt við fjall þetta: Flytið héðan og þangað, og það mun flytja sig. Ekkert verður ykkur megn. En þetta kyn verður eigi útrekið nema með bæn og föstu. Þegar þeir voru saman í Galíleu, sagði Jesús við þá: Mannssonurinn verður framseldur í manna hendur og þeir munu lífláta hann, en á 3. degi mun hann upprísa. Þeir urðu mjög hryggir. Þá þeir komu til Kapernaum, gengu menn þeir sem heimta inn musterisgjaldið til Péturs og spurðu: Geldur meistari ykkar eigi musterisgjaldið? Pétur kvað svo vera. En hann kom inn, tók Jesús fyrr til máls og mælti: Hvað líst þér, Símon? Af hverjum heimta konungar jarðarinnar toll eða skatt? Af börnum sínum eða vandalausum? Af vandalausum, sagði Pétur. Jesús mælti: Þá þurfa börnin ekki að greiða skatt. En til þess að við hneykslum þá ekki, skaltu fara niður af vatni og renna öngli, taktu síðan fyrsta fiskinn sem þú dregur, opna munn hans og muntu finna pening. Tak hann og greið þeim fyrir mig og þig. Mattheusar Guðspjall, 18. kapli. Þetta leyti komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu: Hver er mestur í himnaríki? Jesús kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra og sagði: Sannlega segi ég yður, þér komist aldrei í himnaríki nema þér snúið við og verðið eins og börn. Hver sem auðmýkir sig og verður eins og barn þetta, sá er mestur í himnaríki. Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, tekur við mér. En hverjum þeim sem tælir til falls einn af þessum smælingjum sem á mig trúa, væri betra að vera sökkt í sjávardjúp með mylnustein hengdan háls. Vei heiminum vegna ginninga hans. Hjá ginningum verður eigi komist, en vei þeim manni sem veldur. Ef hönd þín eða fótur tælir þig til falls, þá sníða hann af og kasta frá þér.
Betra þér handarvana eða höldum inn að ganga til lífsins en hafa báðar hendur og báða fætur og verða kastað í hinn eilífa eld. Og ef auga þitt tælir þig til falls, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra þér einegðum inn að ganga til lífsins en hafa bæði augu og verða kastað í eldsvítið. Varist að forsmá nokkurn þessara smælingja. Ég segi yður að englar þeirra á himnum njóta jafnan návistar míns himneska föður, því að mannssonurinn kominn að frelsa hið týnda. Hvað virðist yður? Ef einhver á 100 sauði og einn þeirra villist frá, skilur hann ekki þá 99 eftir í fjallinu og fer að leita þess sem viltur og auðnist honum að finna hann, þá segi ég yður með sanni að hann fagnar meir yfir honum en þeim 99 sem viltust ekki frá. Þannig það eigi vilji yðar himneska föður að nokkur þessara smælingja glatist. Ef bróðir þinn syndgar gegn þér, skaltu fara og tala fyrir honum og sé það ykkar einna í milli. Láti hann sér segjast, hefur þú endurheimt bróður þinn, en láti hann sér ekki segjast, skaltu taka með þér 1 eða 2 að hvert orð sé staðfest með framburði 2 eða 3 vitna. Ef hann skeytir þeim ekki, þá seg það söfnuðinum. Skeyti hann ekki söfnuðinum heldur, sé hann þér sem heiðingi eða tollheimtumaður. Sannlega segi ég yður, hvað sem þér bindið á jörðu mun bundið á himni, og hvað sem þér leysið á jörðu mun leyst á himni. En segi ég yður, ef 2 yðar verða einhuga hér á jörð í bæn sinni, mun faðir minn á himnum veita þeim allt sem þeir biðja Því að hvar sem 2 eða 3 saman komnir í mínu nafni, þar ég mitt á meðal þeirra. Þá gekk Pétur til hans og spurði, Drottinn, hve oft á ég að fyrirgefa bróður mínum ef hann misgerir við mig, svo sem 7 sinnum? Jesús svaraði, ekki segi ég þér 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. Því að líkt himnaríki og konung sem vildi láta þjóna sína gera skil. Hann hóf reikningsskilin og var færður til hans maður skuldaði 10.000 talentur. Sá gat ekkert borgað og bauð konungur þá að hann skildi seldur ásamt konu og börnum og öllu sem hann átti til lúkningar skuldinni. Þá féll þjónninn til fóta honum og sagði, haf biðlund við mig og ég mun borga þér allt. Og herra þjónsins kenndi í brjósti hann, lét hann lausan og gaf honum upp skuldina. Þegar þjónn þessi kom út, hitti hann einn samþjón sinn sem skuldaði honum 100 denara. Hann greip hann, tók fyrir kverkarónum og sagði, borga það sem þú skuldar. Samþjónn hans féll þá til fóta honum og bað hann, haf biðlund við mig og ég mun borga þér. En hann vildi það ekki, heldur fór og lét varpa honum í fangelsi uns hann hefði borgað skuldina. Þegar samþjónar hann sáu hvað orðið var, urðu þeir mjög hryggir og sögðu herra sínum allt sem gerst hafði. Konungurinn kallar þá þjónin fyrir sig og segir við hann, illi þjónn, alla þessa skuld gaf ég þér upp af því að þú baðst mig. Bar þér þá ekki einnig að miskunna samþjóni þínum eins og ég miskunnaði þér? Og konungur varð reiður og afhenti hann böðlunum uns hann hefði goldið allt sem hann skuldaði honum. Þannig mun og faðir minn himneskur gera við yður, nema þér fyrirgefið af hjarta hvert öðru. Mattheusar Guðspjall, 19. kapli. Þegar Jesús hafði lokið þessum orðum fór hann úr Galíleu og hélt til byggða Júdeu handan Jórdanar. Fjöldi manna fylgdi honum og þar læknaði hann þá. Þá komu farísear til Jesú og vildu reyna hann. Þeir spurðu, leyfist manni að skilja við konu sína fyrir hvaða sök sem Jesús svaraði,
Hafið þið eigi lesið að skaparinn gerði þau frá upphafi karl og konu og sagði: fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og búa með konu sinni, og þau tvö skulu verða einn maður. Þannig eru þau ekki framar tvö, heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman má eigi maðurinn sundur skilja. Þeir segja við Jesú: hvers vegna bauð Móse þá að gefa konu skilnaðarbréf og skilja svo við hana? Hann svarar: Móse leyfði ykkur að skilja við konur ykkar vegna þverúðar ykkar, en frá upphafi var þetta eigi þannig. Ég segi ykkur, sá sem skilur við konu sína nema sakir hórdóms og kvænist annarri drýgir hór. Þá sögðu lærisveinar hans: fyrst svo háttað stöðu karls gagvart konu, þá ekki vænlegt að kvænast. Jesús svaraði þeim: það ekki á allra færi að skilja þennan boðskap, heldur þeirra einna sem það gefið. Sumir eru vanhæfir til hjúskapar frá móðurlífi, suma hafa menn gert vanhæfa, sumir hafa sjálfur gert sig vanhæfa vegna himnaríkis. Sá höndli sem höndlað fær. Þá færðu menn börn til Jesú að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim, en lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði: leyfið börnunum að koma til mín, varni þeim eigi, því að slíkra himnaríki. Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan. Þá kom maður til Jesú og spurði: meistari, hvað gott á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann: hví spyr þú mig hið góða? Aðeins einn góður. Ef þú vilt innganga til lífsins, þá haltu boðorðin. Hann spurði: hver? Jesús sagði: þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, heiðra föður þinn og móður, og þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Þá sagði ungi maðurinn: alls þessa hef ég gætt, hvers mér enn vant? Jesús sagði við hann: ef þú vilt vera fullkomin, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum, og þú munt fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. Þegar ungi maðurinn heyrði þessi orð, fór hann brott, hryggur, enda átti hann miklar eignir. En Jesús sagði við lærisveina sína: sannlega segi ég ykkur, torvelt verður auðmanni inn að ganga í himnaríki. En segi ég, auðveldara úlvalda að fara gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta, urðu þeir steini lostnir og sögðu: hver getur þá orðið hólpinn? Jesús horfði á þá og sagði: menn hafa engin ráð til þess, en Guði ekkert megn. Þá sagði Pétur við hann: við yfirgáfum allt og fylgdum þér, hvað munum við hljóta? Jesús sagði við þá: sannlega segi ég ykkur, þegar Guð hefur endurnýjað allt og mannssonurinn situr í dýrðarhásæti sínu, munu þið sem fylgið mér einnig sitja í 12 hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels. Og hver sem hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, föður eða móður, börn eða akra sakir nafns míns, mun fá allt 100-falt aftur og öðlast eilíft líf. En margir hinir fyrstu verða síðastir og hinir síðustu fyrstir. Mattheusar Guðspjall, 20. kafli. Jesús sagði þessa dæmisögu: líkt himnaríki og húsbónda einn sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í víngarð sinn. Hann samdi við verkamennina denar í daglaun og sendi þá í víngarð sinn. Síðan gekk hann út dagmál og sá aðra menn standa á torginu, iðjulausa. Hann sagði við þá: farið þið einnig í víngarðinn og ég mun greiða ykkur sanngjörn laun. Þeir fóru. Aftur gekk hann út hádegi og nón
og gerði sem fyrr, og á 11. stundu fór hann enn út og sá menn standa þar. Hann spyr þá: hví hímið þið hér iðjulausir allan daginn? Þeir svara: enginn hefur ráðið okkur. Hann segir við þá: farið þið einnig í víngarðinn. Þegar kvöld var komið, sagði eigandi víngarðsins við verkstjóra sinn: kalla þú á verkamennina og greið þeim kaupið. Þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Nú komu þeir sem ráðnir voru á 11. stundu og fengu hver sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu, byggust þeir við að fá meira, en fengu sinn denarinn hver. Þeir tóku við honum og fóru að mögla gegn húsbónda sínum. Þeir sögðu: þessir síðustu hafa unnið aðeins eina stund og þú gerir þá jafna okkur höfum borið hita og þunga dagsins. Hann sagði þá við einn þeirra: vinur, ekki geri ég þér rangt til, sömdum við ekki einn denar, taktu þitt og farðu leiðar þinnar. Ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér. Ég ekki sjálfur fjár míns ráðandi? Eða sérðu ofsjónum yfir því að ég góðgjarn? Þannig verða hinir síðustu fyrstir og hinir fyrstu síðastir. Jesús hélt nú upp til Jerúsalem og á leiðinni tók hann þá 12 afsíðis og sagði við þá: nú förum við upp til Jerúsalem. Þar verður mannssonurinn framseldur æðstu prestum og fræðimönnum. Þeir munu dæma hann til dauða og framselja hann heiðingjum svo að þeir hæði hann, húðstríki og krossfesti. En á 3. degi mun hann upprísa. Þá kom móðir þeirra Sebedeus sona til Jesú með sonum sínum, laut honum og vildi biðja hann bónar. Jesús spyr hana: hvað viltu? Hún segir: lát þú þessa 2 syni mína sitja þér við hlið í ríki þínu, hvorn til sinnar handar, annan til hægri handar þér og hinn til vinstri. Jesús svarar: þið vitið ekki hvers þið biðjið. Getið þið drukkið þann kaleik sem ég á að drekka? Þeir segja við hann: það getum við. Hann segir við þá: kaleik minn munu þið drekka, en ég ræði ekki hver situr mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem faðir minn hefur ákveðið. Þegar hinir 10 heyrðu þetta, gramdist þeim við bræðurna 2. En Jesús kallaði þá til sín og mælti: þið vitið að þeir sem ráða fyrir þjóðum drottna yfir þeim og höfðingjar láta menn kenna á valdi sínu. En eigi sé svo meðal ykkar, heldur sé sá sem mikill vill verða meðal ykkar þjónn ykkar. Og sá sem vill fremstur vera meðal ykkar sé þræll ykkar. Mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir alla. Þegar þeir fóru frá Jeríkó, fylgdi mikill mannfjöldi Jesú. 2 menn blindir sátu þar við veginn. Þegar þeir heyrðu að þar færi Jesús, rópuðu þeir: Drottinn, miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Fólkið hastaði á þá að þeir þegðu, en þeir rópuðu því meir: Drottinn, miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Jesús nam staðar, kallaði á þá og sagði: hvað viljiði að ég geri fyrir ykkur? Þeir mæltu: Drottinn, gefðu okkur sjón. Jesús kenndi í brjósti þá og snart augu þeirra. Jafn skjótt fengu þeir sjónina og fylgdu honum.